Jæja, velkomin á samkomu. Bæði allir hér og líka þeir sem eru að horfa á netinu. Stöndum við og lofum Drottinn saman. That has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. On the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Því að orð krossins heimska, þeim stefni glötun, en okkur sem hópi verðum það kraftur Guðs. Þetta stendur í 1. Korinthubréfi 1:18 og ég verð að segja það að ég hef upplifað þetta að eigin raun, að finnast orð krossins og allt sem að gerast í kirkju bara algjört bull og algjör vitleysa, en ég gat samt verið á djamminu bara eins og ég veit ekki hvað og var síðan að dæma fólki á sunnudöfum að vera svona frjálst og klappa og svona. Þannig að ég vil bara segja að þetta ég að segja bara, ég svo þakklátt fyrir að vera loksist núna á þessu þegar ég frelsaðist. Þannig að því að orð krossins heimska þeim stefni glötun, en okkur sem hópum verðum það kraftur Guðs og nú í dag þetta kraftur Guðs. Halleluja, má ég heyra amen? Amen, amen. Höldum áfram að lofa Drottinn og við bara verum frjáls. Verum frjáls og eins og bara engi sem okkur dagurinn því við eigum vera frjáls og við að leyfa öðru fólki að vera frjálst. Alla daga í Jesu nafni, amen. I praise 'cause I know, I praise when I don't, I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound, more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yeah. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave, I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you, I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
nafni. Amen. Amen. Takk Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Goes on and on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You deserve worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve my praise. Worthy is your name. Oh, you're worthy. Oh, you're so worthy, God. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our for the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name
eftir mig. Í dag og alla daga. Halleluja. Lyftu nafnið þínu, Drottinn. Blessa sé þitt nafn. Blessa sé þitt nafn. Leggjum allt í höndum þínar í dag, Drottinn. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and tear it down. This is my surrender. So I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and tear it down. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. For you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. To do whatever you want to. Amen. Syngjum með það. To do Öllu hjarta.
do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you, Jesus. To do whatever you want to do whatever you want to. For you. To do whatever you want to do whatever you want to. Oh, I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. Syng hem af, dan I will make room For you. To do whatever you want to do whatever you want to. We syng hem af, dan will make room For you. To do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, Lord. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Amen. Takk, Jesus. Helgist ditt namn, velkommen Jesus. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Oh, Jesus. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. So sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence until you come again.
just sing hallelujah until you come again. And I'll dance in your presence until you come again, my King. We will sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. Oh, we just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. Oh, we just wanna be with you. King of glory, fill this. Amen. Sing. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. I just want you, I just want you. Just want you, I just want you, I just want you. 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 Nobody else will do. Nobody else will do. I just want you, I just want you. I just want you, I just want you. I just want you, I just want you. Just want you, I just want you. I just want you, I just want you. Just want you, I just. Nobody else will do. Nobody else will do. Oh, I just want you, I just want you, I just want you, I just want you. Just want you, I just want you. I just want you, I just want you. Come on, song. Nobody else will do. Nobody else will do. Just want you, just want you. Just want you. I just want you, I just want you. Just want you, I just want you, I just want you. Nobody else will do. Nobody else will do. I just want you, I just want you. Just want you, just want you, just want you, just want you. Just want you, just want you. Nobody else will do. Nobody else will do. Amen. Sing it out now. I just want you. I just want you. Just want you. Just want you. Just want you. Nobody else will do. Nobody else will do. Glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you.
just wanna be with you. Takk Jesus. King of glory, I just want to be with you. Hvað eru mörg okkar sem myndu borga ofur fjárhæði fyrir að sjá uppáhalds tónlistamannin okkar? Eða fara á leik með uppáhalds fótboltaliðin okkar og við leggjum okkur fram. Fagnaðarerindið frítt, en það kostar að dreifa því. Við tölum í það síðast ekkjuna sem gaf 2 aura. Og við tengdu það við hvernig þegar Jesús fer síðan og lýsa musterinu að tengdi þetta við endatímana. Það var eitthvað í hjarta þessara ekkju sem hún þekkti, hún vissi, hún átti Guð, hún átti fjársjóð, miklu meira heldur en þetta. Biblían alltaf að kenna okkur ákveðna hluti varðandi við hvernig við lofum Guð og sumir eins og við komum inn í kirkju og við pröfum fyrst aðferðina, halda á sjónvarpinu. Svo pröfum við aðferðina hengja upp myndina. Svo þegar við förum að ná þessu þá segum við bara, pabbi, halda á mér. Og það oft svona sama sem gengur með veskið okkar. Það búið að heyra svo oft ræður í kirkjum og annar staðar. Það alltaf að vera að plokka peninga. Og því miður, og ég biðst afsökunar á því bara fyrir hönd allra, þegar vera að fara með orð Guðs eins og þetta sé ykkur multimarketing áróður. En Biblían hún kennir okkur mjög skýrt hvernig á að gefa. Og þú sér á skjánum hvernig þú getur gefið. Og mér langar að lesa fyrir ykkur bara stuttan texta, af því að það er svo auðvelt, það þarf ekkert að vera vandræðalegt þegar við lesum bara ritninguna. Og við ætlum að fara í texta í Fílípibréfinu, 4. kafla. Og þetta þekktur texti. Og hann byrjar að hann segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Ég byrja í 13. versi. Engu að síður gjörðu þér vel í því að taka þátt með mér í þrengingu minni. Þér vitið á Fílípimenn að þegar ég í upphafi boðaði þér fagnaðarerindið, og var farin burt til úr Makedóníu, hafði engin söfnuður nema þér einir reikning hjá mér yfir gefið og þegið. Hugsa ykkur, þeir eru að styðja fagnaðarerindið, það er verið að dreifa fagnaðarerindinu. Við erum að styrkja starf hér á Íslandi, við erum að styrkja kirkju og starf á Filippseyjum og það allt það sem við erum að gera sem söfnuður. Síðan heldur hann áfram að segja, meira að segja, þegar ég var í Þessaloníku, senduðu mér oftar en einu sinni til nauðsynja minna. Það þurfti ekki að vera að betla á þeim bænum. Þeir sendu bara oftar. Ekki að mér væri svo umhugað gjöfina, sem ábata þann sem ríkulega rennur í yðar reikning. Ábata þann sem rennur ríkulega í yðar reikning. Hvað er Guð að segja okkur? Það er blessun að gefa. En nú hef ég fengið allt og hef meira en nóg síðan af hendi Efródítus að tók við sendingunum frá yður og þægilegum ilm, þekkri fórn Guði velþóknarlegri. Sjáu hvað þetta er fallega orðað. Það er eitthvað sem gerist, þetta er ekki bara peningalegt. Að gefa mig hjartalagi, það er góð ilmur frammi fyrir Guði. En síðan kemur þetta, og þetta máttu læra utan af. En Guð minn mun af auðleg dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf yðar. Sérhverja. Ef að við opnum hjart okkar og tökum þátt í verki Guðs, þá lofar Guð, hann mun uppfylla sérhverja þörfiðar. Ekki eftir þínu standard, heldur í Kristi Jesú. Amen. Við skulum gefa með þessu hjartalega kæru vinni. Faðir, við þökkum fyrir að við fáum að taka þátt í að dreifa út fagnaðarerindunum son þinn Jesú Krist. Takk Jesús fyrir að þú kennir okkur. Takk Heilagur Andi fyrir að þú leiðir okkur. Ég bið blessun fyrir einn og sérhvern
að mætti hann skilja opinberun og þekkinguna í orði þínu, þess virði að gefa. Drottin, við blessum þessa fórn og megum vera mikilverk í þínu ríki fyrir blóð og benjar Jesú. Amen. Við ætlum að halda fram að lofa Guð. Halleluja. Og við rísum á fætur og lofum Drottin. Amen. Salvation complete, now forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power in not even the grave could separate us from mercy. He's faithful to save. His blood never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Halleluja. Takk Jesus. Takk Jesus. Helgist þitt nafn, Jesus. Halleluja, Drottinn minn, Jesus.
something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Oh, Jesus, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about him. Þetta snýst ekki okkur, það snýst hann. Halleluja. I'll bring you more than a song. 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 Lyftum röddum okkar upp, gefum honum meir en söng.
sé þér Jesús. Amen. Dýrð sé þér Jesús og allur líðurinn sagði. Amen. Þvílíka lofgjörn hér í dag. Ég held ég sé með fasta gæsahúð. Ég held ég sé bara bráðum að fara að taka á loft. Það er svo mikil gæsahúð. Halleluja. Við vorum að tala það síðustu helgi. Við vorum að tala Davíð. Og hvernig Davíð var maður eftir Guðs hjarta. Þegar hann fór á móti Góliat, það vita allir, það þekki allir þessa sögu, Davíð og Góliat. Þá fór hann ekki á móti Góliat í sínum eigin krafti. Hann sagði, ég fer í gegn þér með drottni hersveitana. Og vinir, það er svo mikilvægt að þegar við mætum okkar Góliat, að við förum ekki í okkar eigin nafni. Reyndar vil ég meina að við þurfum að læra að grafa okkar eigin nafn. Við þurfum að grafa egoið. Má ég heyra amen. Þegar við snúum hlutunum við og við förum að gera hluti í Jesú nafni, þá gerist eitthvað, vinir. Og þá líka minnkum við og hann vex. Og þannig viljum við lifa. Hilmar kom inn á það áðan, hann sagði, allt megna ég fyrir hjálp hans sem að miðstyrkan gjörir. Og vinir, það þarf að vera viðkvæð okkar út í þessu lífi. Ég fer ekki út hérna og sigra hverju einustu kringustæður í mínum eigin styrk. Ég fer í hans styrk. Má ég heyra með hann. Og vinir, leið og við erum farin að horfa málinn þannig. Við förum að lifa í Guði. Við förum að sækjast eftir því sem Guð sér. Þá mun hlutirnir fara að breytast í líf okkar. Má ég heyra með hann. Þannig ég vil sjá kirkju vaxa og dafna. Ég vil sjá andlega einstaklinga vaxa og dafna. En til þess að gera það, vinir, þá þurfum við að leggja niður okkar sjálf og við þurfum að leyfa Kristi að vaxa í okkur. Og hér í þessari kirkju, þá kjósum við að gera Jesú að leiðtoga lífs okkar á hverjum einasta degi. Við förum inn í daginn og við segjum, allt megna ég fyrir hjálp þína, Drottinn. Ég ætla að fara í gegnum kringumstæðnar með hjálp þína. Og þannig munum við læra að sigra. Við lærum nefnilega að sigra í auðmýkt. Rísum á fætur. Ég ætla ekki að tala hér í dag. Kalum ætlar að tala. Hilmar ætlar að predika. Hérna á hliðarlínni þá ætlar hann líka að predika. Hann ætlar að túlka. En það sem mig langar til þess að biðja ykkur hér í dag er að setja allt til hliðar. Það eru allir hérna í einhverjum kringumstæðum. Og vinir, ofta er það þannig að þegar við förum í gegnum kringumstæð þá fáum við röra sín. Við sjáum ekkert nema kringumstæðna sem við erum í. Á samkomum þá gefst okkur frábært tækifæri til þess að leggja allt til hliðar og horfa bara á Drottinn. Davíð konungur sagði það svona, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mín hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Og vinir, leggjum hlutina til hliðar. Treystum Guði hér í dag og allt mun fara vel. Halleluja. Ég fengi það að upplifa svo oft á tím ég farið í gegnum marga dimmadali. Ég hef upplifað mörg áföll. En hér stendi ég í dag sigurvegari í Jesú. Það er út af Jesú. Það er út af því að hann er bjarg mitt og vígi. Og ég fengi það að halla mér upp á brjósti hans í öllum kringumstæðum. Og vinir, hann mun gefa þér styrk til þess að tækla allar kringumstæður lífsins og gera það vel. Þannig að leggjum allt til hliðar og lyftum upp höndum okkur og segjum, Drottinn, ég gefst upp hér í dag. Ég ætla bara að gefast upp frammi fyrir þér, Drottinn. Drottinn, við lyftum upp nafni þínu. Ég þakka þér fyrir trúfesti þín og náð. Drottinn, ég þakka þér fyrir það, Drottinn minni. Ég þarf ekki að, Drottinn, bara að leggja allt undir eigin getu, Drottinn minn. Ég gef þér allt, Drottinn. Og Drottinn, ég bið að þinn styrkur komi hérna, Drottinn, eins og stormsveipur. Og Drottinn, ég bið að ryðja úr vegi því sem að hindrar hér í dag. Og Drottinn, ég tala, Drottinn minn, kærleika, gleði, frið, langlindi, gæsku og góðvildi við líf okkar. Drottinn, við viljum meira ávöxtum þínum og minna af okkur. Drottinn, við leggjum okkur sjálf á altari þitt, Drottinn minn, Jesús. Og ég bið að brenna það burt sem ekki á heima í okkar lífi. Drottinn, ég bið fyrir Kalum þegar hann talar orð þitt hér í dag. Drottinn, gef okkur náð til þess að íhuga orðið. Taka á móti orðinu, Drottinn, í mjúkt hjarta og bera mikinn ávöxt, 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan. Og við biðjum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Og allir líðurinn sagði.
Halleluja, það held ég nú. Gefum Callum gott klapp. Oh yes, that's right. Nei, þetta er bara að hilsa. Já. Einn kosti ekki úr. Jú. Spennandi. Ég er alltaf með tvíhleipu. Let's pray. Skulum biðja. Heavenly Father, we thank you for this day. Faðir, við þökkum fyrir þennan dag. We thank you that you are present with us. Þakka þér fyrir að þín nærvera er með okkur. And I thank you that the people here today, my brothers and sisters, Þakka þér fyrir að bræður mínir og systur hér í dag are not here to listen to me, eru ekki hér til að hlusta á mig, but to listen to what you say through me. heldur til að hlusta á hvað þú segir í gegnum mig. Speak to us today, Father, Talaðu til okkur í dag, Faðir, in your word and in power. í orði þínu og krafti þínum. Only what you once said, Father. Aðeins það sem þú vilt að sagt sé, Touch our lips with your call. í línu við þína köllum, In Jesus' í name, Jesú nafni, for your glory. fyrir þína dýrð. Amen. 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 It's quite amazing that when God wants to emphasize something, Það athyglisvert þegar Guð vill leggja áherslu á eitthvað, he does it through many purposes. þá gerir hann það í gegnum ýmiss konar tilgang. Through the worship, Hann gerir það í gegnum lofgjörðina and through the word that Sibba shared before we started. og í gegnum orðið sem að Sibba deildi með okkur árum við byrjuðum hér. It's quite clear that the word that Sibba shared last week Og það alveg greinilegt að orðið sem að hún deildi með okkur síðustu viku is a word in season. orð í tímatölu. And if you weren't here or if you hadn't listened to it online, Ef þú varst ekki hér eða hefur ekki hlustað á það á samfélagsmiðlum, I recommend you do that. þá mæli ég með að þú gerir svo. So the start of my sermon is a summary of Sibba's sermon from last week. Þannig að ræða mín í dag samantekt af ræðunina Sibbu síðustu helgi. Hence I know God's trying to tell us something. Ég held að Guð sé að reyna að segja okkur eitthvað. Because when he shared it last week, Þegar hún deildi þessu í síðustu viku Sibba summarized it this week. og síðan aftur þessa viku And I feel to share it, summarize it again, og mér finnst þess að ég þurfa að deila þessu aftur, then you know it's important. þá veistu að þetta mikilvægt. So, Þannig, as a brief summary, sem samdráttur the few points that stuck out for me. eða þeir hluti sem að virkilega töluðu til mín, Starting with the covenant between God and Abraham. það byrjar á sáttmálanum milli Guðs og Abrahams. Abraham gets a new name, Abraham hann fær nýtt nafn and he will be made the father of a multitude of nations. og hann gerður af föður margra þjóða. And God says, I will make you exceedingly fruitful. Og Guð segir við hann að ég mun sjá til þess að þú mun bera mikinn ávöxt. And I will make you into a nations, and kings shall come from you. Og ég mun gera þig að þjóð og konungar munu koma út af þér. And I will establish my covenant between me and you. Og ég mun grundvalla sáttmálan milli þín og mín. And your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant. Og afkvæmi þín samkvæmt eilífum sáttmála. God will establish his covenant. Það Guð sem mun grundvalla og sjá til þess að uppfylla sáttmála. And David knew this when he faced his giant Goliath. Og Davíð hann vissi þetta þegar hann horfðist augu við risan sinn Goliat. He knew Goliath was an uncircumcised Philistine. Hann vissi að Goliat var óumskorinn Filisti. He wasn't being polite and nice with Goliath. Hann var ekkert að reyna að vera eitthvað voða næs við hann. He knew who Goliath was. Hann vissi bara hver Guð var. And he addressed him as such. Og hann kom fram við hann sem slíkan. And not only so, he knew who he was. Af því að hann vissi hver hann var. He knew who was going to give him the victory. Hann vissi hver myndi færa honum sigurinn. You come to me with a sword and with a spear and with a javelin. Þú kemur með sverð og spjóti. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. En ég kem til þín í nafni drottins hersveitana og í nafni þess sem fyrir Ísraels hönd sem að þú hefur verið að níðast á.
He knew his physical fight wasn't with Goliath. Hann vissi að hans líkalega jarneski bardagi var ekki beint við Góliat. His physical fight was an internal one. Bardaginn þetta var innri barátta. He needed to know who his God was. Hann þurfti að vita hver Guð hans var. That he was under a covenant. Að hann var undir sáttmála. That God would fulfill his promise. Að Guð myndi uppfylla sinn sáttmála. And he needed to step out there in faith to defeat the giant. Og hann þurfti að stíga fram í trú til að sigra risann. And the victory was his because God was going to do the fighting. Þegar sigurinn var hans því að það var Guð sem ætlaði að herja og eiga í stríði. He didn't need a spear and a javelin and a shield. Hann þurfti ekki spjót, sverð eða skjöld. He went out in faith Hann steig fram í trú. with a slingshot and 5 stones, Hann var bara með slöngu og 5 steina. knowing that he had the victory. Vitandi að hann átti sigurinn. There was no doubt. Það var engin efi. He was certain Hann var fullviss. it was his. Þetta tilherði honum. And it's the same with us. Og það sama gildur okkur. We have a new covenant Við eigum nýjan sáttmála in Jesus Christ, í Jesú Kristi. and God will fulfill it. Og Guð mun uppfylla þann sáttmála. But as Sibba shared last week, we need to be under the covenant. Eins og Sibba deildi á síðasta sunnudag, við þurfum að vera undir sáttmálanum. There's no point having an umbrella in the rain if you don't put it up. Það gagnslaust að ganga með regli við þú spennir hann aldrei opna í rigningunni. God has made a way. Guð hefur gert farveg. We need to accept, embrace, and enter in. Við þurfum að samþykja og umfaðma og ganga inn í lofar hans. We have the victory. Við eigum sigurinn. God is with us Guð með okkur. when we're in the covenant. Við erum í sáttmálanum. Amen. Amen. Right. So who is Jesus to us? Who is Jesus in our life? Hver ég þá Jesús fyrir okkur? Hver hann í okkar lífi? We see in Romans 10, 8 to 13. Í Rómverjabréfinu 10, 8 til 13. But what does it say? Hvað segir það svo? The word is near you, in your mouth and in your heart. Nálægt þér orðið í munni þínum og í hjarta þínu. That is the word of faith that we proclaim. Það orð trúarinnar sem við predikum. But if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God's raised him from the dead, you will be saved. Ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn og trúir í hjartaðinu að Guð hafi uppvekið hann frá dauðum, þá muntu hólpin verða. For with one the heart believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Með hjartanu trúa til hjálpræði, réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Því ritningi segir, hver sem trúir að hann mun ekki til skammar verða. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. Ekki munur á gyðingi og grískum manni, því hinn sami drottinn allra, fullríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Því að hver sem ákalla nafn drottins mun hólpin verða. Amen. Amen. So if we confess with our mouth that Jesus is Lord, Þannig ef við játum með munnunum að Jesús drottinn and we believe in our heart og við trúum í hjartanu that Jesus, God raised him from the dead, að Guð hafi reist hann upp frá dauðum, we will be saved. þá hjálpræðið okkar, þá frelsumst við. So my question is, Þannig að spurning mín who is Jesus in our lives? hver Jesús í okkar lífi? Is he our last Adam? Hann síðasti Adam? Is he our advocate? Hann lögfræðingurinn okkar? Is he our savior? Hann frelsarinn okkar? Is he our high priest? Hann æðstipresturinn okkar? Is he our prophet? Hann spámaðurinn? The Son of God? Sonur Guðs? The Lamb of God? Lamb Guðs? The King of Kings? Konungur konungana? A friend? Vinur? He's our brother? Bróðir? He's the Almighty? Hann hinn almáttugi? The Alpha and Omega? Hann alfa og omega? The author and perfecter of our faith? Hann höfundur og fullkomnari trúar okkar? The vine?
Hann vínviðurinn. the good shepherd, Hann góði hirðurinn. the prince of peace, Hann friðarhöfðinginn. the counselor, Hann undra ráðgjafinn. the way, the truth, and the life. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. He's Emmanuel, Hann Emmanuel, Jehovah, Jehova. the Messiah. Hann Messias. He's our Redeemer, Hann endurlausnar okkar. our ransom. Hann endurlausnarinn okkar. And so the list can carry on. Og listin getur haldið lengi áfram. But I believe, firstly, En ég trúi fyrst og fremst, as the scripture tells us, eins og ritningi segir okkur, Jesus needs to be our Lord. Jesús þarf að vera drottin okkar. If you are still sitting on the throne of your life, Ef að þú situr enn í hásæti þíns lífs, then you are missing out on the majority of the covenant. þá ert að missa af aðal hluta sáttmálans. Jesus needs to be Lord in your life. Jesús þarf að vera drottin lífs þíns. You need to step off the throne. Þú ætti að stíga af hásætinu. And as we sang in numerous songs, Eins og við sungum marga söngva hér, this is my surrender. þetta mín uppgjöf. Here I am, Lord. Hér stend ég drottin. Use me. Notaðu mig. It's not about me anymore. Þetta fjallar ekki mig lengur. It's about my Lord. Þetta fjallar drottin minn. What is his plan and purpose for my life? Hver áætlun og tilgangur hans fyrir líf mitt? It's great that Jesus is all of these things, and so he should be. Já, það frábært að hans allir þessi hluti sem ég nefndi og það á svo að vera. But we need to surrender. En við þurfum að gefast upp. We need to profess him as Lord. Við þurfum að játa hann sem drottin. Confess him as Lord. Játa hann sem drottin. Not just live as our Savior. Ekki bara lifa As sem the author and frelsar perfecter of okkar. my faith. He's a co-heir with Christ. These are all wonderful things. Þetta allt fallegi hlutir að vera samerfingi Krists og allt það. But God is asking us to go deeper. En Guð að biðja okkur að fara dýpra. Whoa, we stand in the storm knowing that we have overcome the storm. Þegar við stöndum í miðjum storminum, vitandi að við höfum yfirstigið og sigrað stormin. Because our Lord is in the storm with us. Þegar drottin með okkur í storminum. And he is Lord of the storm. Og hann drottin stormsins. When we stand facing our Goliath, Þegar við stöndum og horfumst í augu við we okkar know Goliat. that our Lord has given us the victory because he is Lord and I am his vessel purchased by his blood. Og við vitum að drottin hefur gefið okkur sigurinn og ég kér hans og hefur verið endur keiftur með blóði hans. It's no longer me. Það ekki lengur ég. It's about him. Heldur fjallar þetta hann. It's what he has done for me. Það það sem hann hefur gert fyrir mig. That's what I'm entering into. Það það sem ég að stíga inn í. The victory is ours. Sigurinn okkar. But can we enter in? En getum við stígið inn? Can we surrender all? Getum við gefið upp allt? Can we lay our lives down? Getum við lagt niður eigið líf? Amen. Yes. You see in Matthew 26, 20 to 25. Í Mattheus 26, 25? Yeah, but we're not going to read it all. Okay. When they were all sitting around the table, and Jesus told him that one of them would betray him. Him and his disciples are sitting at the Last Supper, and Jesus says, one of you are going to betray me. Og hann situr hérna við síðasta kvöldverðarborðið, hann segir það einn ykkar mun svíkja mig. And one by one they asked him, is it I, Lord? Og einn af öðrum sagði, þetta ég drottin? Það ég? Is it I, Lord? Það ég drottin? All 11 of them asked him, is it I, Lord? Is it I, Lord? Allir 11 sögðu það sama, það ég drottin? Það ég drottin? And then came Judas. Og síðan kemur Júdas inn. Is it I, Rabbi? Og hann segir, það ég, rabbi? He didn't call him Lord. Hann kallaði hann ekki drottin. We all know what happened to Judas. Við vitum öll hvað gerðist fyrir Júdas. We all know what price he paid. Við vitum allt gjaldið sem hann greiddi. So, as I'm trying to say, it's important that we see Jesus as our Rabbi and our Messiah and our Savior. Jú, það mikilvægt að sjáum hann sem kennaran okkar, rabbiinn okkar og hjálpræð okkar. But for us to receive the fullness of the blessing of the covenant, En til þess að eignast fullnustu sáttmálans, we need to step off the throne of our lives. þá þurfum við að stíga af hásæti okkar eigins lífs. Jesus, take your rightful place. Jesús, takk þú þinn rétta stað. So, I want to squish a few myths and concerns
Þannig að mér langar að kremja nokkrar mýtur og áhyggjur sem ég hef. You see, I believe the reason we don't want Jesus to be our Lord Ég trúi því að ástæðan fyrir því að við séum eitthvað hræðust að Jesús verði drottinn okkar is because we have the wrong perception of it. Það að því að við höfum ranga sýn á hann. We are looking at it through a world view lens. Við höfum rangt sjónarhorn eins og við notum svona linsu heimsins. If we refer back to the old days, what a Lord was on the earth, Ef við lítum aftur til fortíðar og sjáum hvað það var að vera, hvað drottinn var, they would dominate their people. þeir réðu yfir fólki sínu. They would always put them in shackles like slaves. Og þeir settu það í hlekki eins og þrælar. There'd be long whips to keep them going, to drive them. Og þeir letu svipuna dynja á þeim til þess að drífa það áfram. They would put heavy burdens on them Settu þungar byrðar og herðar þeim. that they couldn't even fulfill. Og þau gátu ekki eins og uppfyllt allt þetta. But that's not our Lord. En það ekki drottinn okkar. That's not the way of Jesus. Það ekki vegurinn sem að Jesús boðar. You see, we do not lose our authority when we come to Jesus. Við missum ekki yfirvald okkar þegar við komum til Jesú. When we make him our Lord, Þegar við gerum hann að drottni, we gain authority. þá fáum við yfirvald. For Jesus said in Matthew 28, all authority in heaven and earth has been given unto me. Mattheus 28 þá segir hann, allt valdið mér gefið. Hefur mér verið gefið. Therefore go and make disciples. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. And I am with you always, Og as you ég go. með ykkur ávallt. So we gain authority. Þannig að við meðtökum yfirvald. We don't lose authority when we take Jesus as Lord. Við töpum ekki yfirvaldið þegar við gerum Jesús að drottni. Because we've become a slave to righteousness, not a slave to sin. Við erum orðnir þrælar réttlætisins en ekki þrælar syndarinnar. And you see that when the centurion comes to Jesus Þið sjáu það þegar 100-höfðingi kemur til Jesú and the child is sick og barnið sjúkt and he wants him healed. og hann vill að hann fái lækningu. And he tells Jesus, I'm not worthy. Don't come to my house. I'm not worthy. Og hann segir við Jesú, ekki koma í mitt hús, ég ekki þess verður. But like you, I am one who's under authority. En alveg svo þú, þá ég maður undir yfirvaldi And in authority. og stend í yfirvaldi. I command one to go and he goes, and one to come and he comes. Ég skipa einum að fara og ég skipa öðrum að koma og það gerist svo. Jesus, just say the word and my servant will be healed. Og hann segir við Jesú, segðu bara orðið og þjónn minn mun verða heill. And that's the same authority we have. Og það sama yfirvald og við In höfum Jesus' name. í nafni Jesú. So we don't lose our authority. Þannig að við erum ekki að tapa yfirvaldi, We gain authority in Jesus við eignumst yfirvaldi í Jesú when he's our Lord. þegar hann okkar drottinn og herra. And Jesus will not lord it over us Hann drottnar ekki yfir okkur as the lords of this world do. eins og þræla herrar í þessum heimi gera. In Matthew 20, 25 to 28. Í Mattheus 20, 25 to 28. 25-28. But Jesus called to him and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. En Jesús kallaði þá til sín og mælti. Þér vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingjar láta menn kenna á valdi sínu. It shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant. En eigi sé það svo á meðal yðar, heldur sé sá sem mikill vil verða meðal yðar þjónn yðar. And whoever would be first among you must be your slave. Og sá sem vill fremstur vera meðal yðar sé þræll yðar. Even as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. You see, he doesn't want to lord it over us. Þið sjáu að hann vill ekki láta kenna á valdi sínu. He wants to give us life and life abundantly. Hann vill gefa okkur líf og líf í nættum. He wants to set us free, Hann vill setja okkur frjáls, to take the shackles off our feet, taka hlekkin af fótum okkar, to release his blessings upon us. að leysa út blessun sína yfir líf But he okkar. needs to sit on the throne of our lives. En hann þarf að sitja á hásæti lífs That's okkar. where we receive from the mercy seat. Þar það sem við meðtökum frá hásæti miskunnarinnar. He is the king. Hann konungurinn.
And we are here to serve him. Og við erum hér til þess að þjóna honum. But in co-serving. En sem samþjónar. It's not a heavy burden he wants to put on us. Hann leggur ekki á okkar þungar byrðar. He tells us in Matthew 11, 28 to 30. Hann segir í Mattheus 11, 28-30. Come to me all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Komið til mín allir sem eru erfið og þungar hlaðnir og ég mun veita þau hvíld. Take my yoke upon you and learn from me. Takið mitt ok og lærið af mér. For I am gentle and lowly in heart. Þið auðmjúkur og af hjarta lítillátur. And you will find rest for your souls. Og þú munt finna hvíld sálum yðar. For my yoke is easy and my burden is light. Því að ok mitt létt og byrði mín létt. This is who we want to be Lord of our lives. Þetta sá sem við viljum að sé drottin yfir lífum okkar. We don't want to be in control. Við viljum ekki vera við stjórnvölinn. We don't know what's coming tomorrow. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti We sér. don't know when we might be diagnosed with sickness. Við getum verið látin úr einhvern sjúkleika. Or we have another economic collapse like 2008 and suddenly all the money we had in the bank is gone. Eða við getum átt gjaldeyrishrun eins og var 2008 og allur peningurinn í bankanum horfinn. But if he is on the throne of your life, En ef hann situr við stjórnvölinn í lífið þínu, he is your provider. þá það hann sem sér þér fyrir sérhverri þörf. It is not us. Það ekki við. He opens the door in the workplace. Hann opnar dyrnar á vinnustanum. He opens the door for blessing. Hann opnar dyrnar fyrir blessun. He is the one who heals when we are sick. Hann sá sem læknar þegar við erum sjúk. Everything we need for life and godliness we have in him. Allt það sem við þurfum fyrir guðræknilegt líf höfum við í honum. Not some things, Ekki bara suma hluti, but everything we need allt það sem tilfar. we have in him. Það höfum við í honum. He even gives us rest. Hann gefur okkur hvíld líka. His yoke is easy, his burden is light. Og hans létt og byrði hans létt. Totally contradictory to the lords of the world Þetta allt öðruvísi heldur en herrar heimsins. who put heavy burdens on you that you can't deliver. Sem að setja þungar byrðar á þig og þú getur ekki staðið undir. But not Jesus. En ekki Jesú. So if we want to enter into the blessing, Þannig ef þú vilt ganga inn til blessunar hans, like the words of the song say, eins og lofgerða söngvarnir sem við sungum sögðu, this is my surrender. þetta mín uppgjöf. You, between God and yourself, Það þú og Guð, þetta fjallar samskipti ykkar. you do business. Þú gerir viðskipti við hann. You ask him to come and be Lord in your life. Þú biður hann að koma og vera drottin lífstíns. You remove yourselves from the throne of your life. Þú fjarlægir sjálfan þig úr af hásæti hjarta þíns. Say, Lord, I want to step down. Segðu það bara, drottin, ég vil stíga niður. I want you to come and reign in my life. Ég vil að þú komir og ríkir í lífi mínu. Have your way. Hafðu þína leið. Shape me. Mótaðu mig. Fashion me. Já, mótaðu mig. Have your way in my life. Hafðu verið þinn vilji í mínu lífi. Make me the best version of who I am in Christ. Gerðu mig að bestu útgáfu sem ég get verið í Kristi. Let me sit in the jail, in prison, and worship you because I know you are Lord in this situation as well. Og við getum setið í fangelsi, innilokið í fangelsi og lofa drottin því hann drottin yfir þeim kringustæðum líka. He is our good shepherd. Hann góði hirðirinn. We, his sheep, know his voice. Við erum sauðirnir sem þekkja rödd hans. He watches our coming and going. We are never, ever alone. Hann vakir yfir inngöngu og útgöngu okkar. Við erum aldrei ein. He's not a hired hand, Jesus. Hann ekki leiguliði. He doesn't flee when he sees the storm coming. Hann flýr ekki undan þegar stormurinn kemur. He's sitting there and he's the one who says, in season, peace, be still, enough. Og hann situr þar og segir við storminn, segir storminum að lægja og verði friður. He loves you. And no greater love will you see than this, that he laid down his life for you. Hann elskar þig og eins og ritningi segir, það ekki til meiri kærleikur heldur en sá sem hann leggur líf sitt niður fyrir vini sína. He will never leave us nor forsake us. Hann mun aldrei yfirgefa okkur eða skilja okkur eftir ein. And if
we suddenly see ourselves and there's only one set of footprints in the sand. Og allt í einu sjáum við okkur bara að það eru ein spor í sandunum. We know it's him carrying us. Og við vitum að það er hann sem að ber okkur. Because he tells us he will leave the 99 to go after the Því one. hann segir okkur í orði sínu að hann skilur eftir þá 99 til þess að fara á eftir þessum eina týnda. And when he brings the one back, Og þegar hann kemur með hann eina tilbaka, he's carrying him on his shoulders. þá ber hann á öxlum sér. So he may not go astray until he's back with the flock. Þannig að hann fari ekki afvega þangað til hann er hann hólpin í byrginu. You are co-heir with the Lord, Þú ert samerfingi með drottni, but you're not equal with him. en þú ert ekki jafn honum. Equality with God is not something that we should even strive or try to grasp. Að vera jafn eða jöfn Guði er eitthvað sem við hefum ekki einu svona að láta okkur dett í hug eða reyna að sækjast eftir. We are purchased. Við erum dýru verði keypt. Can we live as we are purchased? Getum við lifað eins og við erum We are dýru verði ransomed. keypt. Við erum endurlist. We are redeemed. Við erum endurlist And we are set free. og við erum sett frjáls. And free with a love that is unconditional. Við erum frjáls með kærleika sem fer ekki í mangareiningar álit. Transact with your God. Eigðu viðskipti við þinn Guð. Open your life to him. Opnaðu lífið þitt fyrir honum And say, God, I want you to sit on the throne of my og life. segðu drottin, ég vil að þú sitir í hásæti lífsmís. Walk under the umbrella Gangtu undir reglífinni and receive the fullness of the covenant. og meðtaktu fullnustu sáttmálans In Jesus' name. í Jesú nafni. Amen. Amen.